Velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Í dag ætlum við að fjalla heimspeki og hugsanlega svona hugvíkandi upplifanir og jafnvel fyrir líf og annað. Og til þess ég komið með hingað hann Robert Jack, sem doktor í heimspeki frá 2015. Já. Og mikill hugsuður, búinn að skrifa bækurnar hverslags heimspeki og heimspeki fyrir þig ásamt honum Ármanni, félaginu. Já. Og við vorum svolítið að tala saman, ég og þú, og þú varst að velta fyrir hvort þú ættir að þora að koma hingað og tala svona andansmál sem eru kannski svolítið á skjön við svona agaða heimspeki. Eða hvað, hvernig myndirðu segja það? Já, ég myndi kannski ekki orða það þannig, en efnið náttúrulega óvanlegt. En það kannski þorið snýst kannski mest það hvort að maður vilji treysta sér til að tala hugvekjandi efni eða vitundarvakandi efni. Já, á opinberum vettvangi. Já, opinberum vettvangi. Já. Og ég bara ákveð að gera það. Það er hefð fyrir því í þessum þætti líka. Já, vissulega. Já, en efnið, viðfangsefnið er heimspekilegt ef við tölum fyrirlífin og endurhaldkunna sem að ég var að tala Okay. Þá er það algjörlega heimspekilegt efni. Þessi vitundarvakandi efni koma þá inn sem ein tegund af rökstunningi fyrir endurhaldkunnar kenningu, einfallega vegna sem ég hef upplifað fyrirlíf á svoleiðis efnum. Ok. Og við erum að tala einhver efni eins og sveppi og psilocybin og eitthvað svoleiðis. Já, algjörlega. Ég held að samfélagið í dag sé nú að verða mjög afslappað með þessa hluti, ekki fullkomlega afslappað en afslappaðra heldur en var. Já. Það virðist vera þannig í dag að flestir sem vilja stíga þetta skref, þeir mega bara alveg gera það án þess að vera sérlega mikið dæmdir fyrir það held ég. Já, ég vona það að minnst okkur í þessu samhengi. Ég meina, veit ekki hvort að ég þykjast vera eitthvað merkilega en aðrir sem að gera þetta einhverjum öðrum tilgangi, en já, ég veit ekki, en mér finnst bara að þeir sem að eru að nota þessi efni í þeim tilgangi að bæta sjálfa sig sem manneskjur, sem að við sannarlega erum. Það er stór hópur fólki, ég er bara að tala fyrir mig, en ég meina, það er mín nálgun, og mér finnst það bara svolítið svona, já, ég tek það hátíðlega. Mér finnst það mikilvægt að það sé þannig og þannig að ég reyna að vanda mig og gera þetta vel og fá fólk til þess að sitja yfir mér og svoleiðis, þannig að þetta farin allt vel fram og ég fái aðstoð ef ég þarf og svoleiðis. Og fólk sem hefur ekki gert þessa hluti, það hugsar ábyggilega með sér bara til hvers og þetta hugsanlega hættulegt og af hverju myndi ég gera það og allt svoleiðis, en svo ég stingi nú sjálfur mér að þá skil held ég mjög vel hvað að segja, af því að mér fannst persónulega mjög svona hugvíkandi hreinlega og jákvætt að hafa verið á þessum stað í svona upplifunar heimi og og það kom eitthvað gott út úr því fyrst mér. Og það er ekki gott að útskýra fyrir öllum en þegar þú segir á vilji vera betri maður, í hverju fer það? Já, það má kannski segja eitt, fyrst þegar ég byrja að nota þetta þá hugsaði ég, já einmitt, þetta er svona til þess að bæta mig einhvern veginn og ég vissi ekki alveg hvað það þýddi. Það sem það hefur þýtt fyrir mig er fyrst og fremst að fást við áföll og erfiðleika sem er inn í mér sálræn vandamál og það hefur virkilega hjálpað mér. Annað er bara einfallega að víkka út sín á veruleikann sem gerist leið og það er svolítið svona, þegar ég heyri fólk tala þetta þá finnst mér þetta svolítið svona vera þessi tvö aðalstef, kannski þriðja stefið er kannski skemmta sér einhvern veginn sem að akkur ætti það að vera bannað, skilurðu, það má alveg. En það felst samt oftast í þessu að
sjá einhverja hlið á veruleikanum, upplifa almættið, eitthvað guðlegt, einingu með öllu, eitthvað slíkt sem að breytir manni. Það breytir manni, það gerir mann raunni bara einfallega betri manneski. Því að það er einhvern veginn, það er svona auðmýkt sem maður hlýtur að koma yfir mann þegar maður upplifir svoleiðis. Okay. Og hitt stefið er bara, þú veist, fara í gegnum áföll. Og ég meina, ég hef upplifað bæði að fara í gegnum áföll sem að eru raunni sem er í þessu lífi og fyrirlífum. Og það, ef við má bara halda þess áfram með þennan punkt, að það rímar sko við, það er svona geiri innan, sálfræði og dáleiðslu sem er ekkert mjög gamalt fyrirbæri. Það er einhvern tímann á 20. öld þar sem fólk fer að upplifa það að það er að dáleiða manneskju þannig að hún upplifi fyrirlíf. Og það er töluvert mikið verið skrifað um þetta og margar lýsingar á þessu, og þegar ég fór að upplifa þessi fyrirlíf á sveppum, þá fór ég mikið í þennan litteratúr til að skilja upplifuna, og þetta er bara algjörlega sambærilegt. Og hvað er í gangi þar? Þar er í gangi að fólk kemur til sálfræðings, ég er að glíma með vandamál, ok, ef þetta er sálfræðingur sem hefur þessa aðferð, þá getur hann dáleitt þig og þú kannski upplifir eitthvað fyrirlíf sem er einhver spegill á vandamáli sem við átt við í þessu lífi hér. Og þannig að, ok, glímum þá, reynum að heila þetta vandamál sem að gerist þarna í fyrralífi, einhver kom illa fram við þig, eitthvað slíkt, drap þig, þú varst að tjá þig eða eitthvað og þú voru upplifað að þú ert erfitt með að tjá þig í þessu lífi, reynum að heila þetta fyrralífs áfall og viti menn, það hefur áhrif á það sem þú upplifir þessu lífi hér. Það er reynsla. Og það er þessi reynsla sem ég hef verið að fást við. Sko nú náttúrulega eru kannski flestir, bara 95% af fólki sem trúir ekki á fyrirlíf. Og ég er svo sem gerir það ekki sjálfur, sko, en ég er endara með svona ótrúlega afslappaða nálgun, sko. Ég er svona pínu Alan Watts maður. Ég held sko ekki bókstaflega að við séum öll einhver ein sál. Ég held bara að það sé svona tilraun til þess að tala um eitthvað sem er mjög órætt. Þannig að við erum með svona lélegt, trúarlegt tungutak sem er tilraun til þess að tala um eitthvað sem er eiginlega ekki hægt að lýsa. Og það sem ég hef upplifað í svona hugvíkandi ástandi er að mér finnst ég sjá alla sem ég þekki og allt fólk sem ég hef kynnst bara sem eitthvað svona hópa fólki sem er einhvern veginn allt bara með mér í þessum heimi, sko. Og einmitt, sko, að það sé einhvern veginn fyrir utan heiminn og hafi samt verið þáttakandi í honum og sé ótrúlega mikil svona ró yfir því ástandi. Og það sem ég hugsa þá, sko, í tengingunni við fyrir líf er að þá finnst mér, sko, fyrir líf orðalagið vera einmitt, sko, svona kannski ónákvæm lýsing á einhverju sem við getum ekki lýst, sko. Og mér finnst það alltaf lagi nálgun og mér finnst líka þín nálgun alltaf lagi, sko. En bara svo að vitir það, þá er ég líklega ekki fara að svona taka bókstaflega undir á þessu heldur myndi ég meira svona túlka þína upplifun sem svona þína leið til að lýsa einhverju óræðu í þessum skilningi, sko. Skilur hvað ég meina? Kannski. Já. Ég er ekki alveg viss hvort ég skilji það, en ég held að ég skilji það kannski einhver leyti, en ég sko kannski þyrftir að gefa mig færi á að fara í gegnum röki mín, og þú ert endilega að gera það fyrir, eða sko málið það er alveg svona rök fyrir endurhólkun í nútíman. Okay. Já, þú veist, það er þessi gamla hefð, það er þetta með fyrirlífsdáleiðslu, það eru fleiri þættir í þessu, það er dauðareynslan sem að er talað sem að er, þú veist, near death experience, kallað á ensku, þar sem að fólk er dáið. Það er mjög áhugaverð bók til dæmis eftir mann sem heitir Eben Alexander sem er
skurðlæknir held ég og hann er heiladauður í einhver tíma en á meðan fer hann eitthvað í annan heim, fer úr líkamann og fer eitthvað annað og svo kemur hann aftur í líkamann og út frá nútíma vísindum þetta algjör ráðgáta hvernig hann gat bæði upplifað eitthvað á meðan var þarna og hvernig hann gat vaknað aftur til lífsins eitt enn rannsóknir á börnum sem að muna fyrir líf það eru svona börn sem að bara þú veist, eru ung og að segja frá ég var þessi maður eða ég var þessi kona eða hvað og svo verður þetta rannsakað og þá var þessi einstaklingur til og í algjöru samræmi við það sem að barni lýsir á þess að barni geti hafa kynst þessum einstaklingi eftir að hann fættist í þetta líf þannig að það eru svona vísbendingar sem að við erum með það sem að ég finnst áhugavert af því að þetta mín reynsla af þessum fyrirlífum sem ég svolítið upplifað að mér finnst áhugavert að fara í gegnum bara hvaða í reynslunni sem gera það verkum að mér finnst þetta samfærandi og að því að ég geti þú veist, ég upplifið svona og þú getur sagt, já, þetta er bara svona sögur í hausnum að þér skilur, þú veist, það getur verið að sáliðin bara eins og þú kannski ert svolítið að segja sko, sé bara einhvern veginn að túlki einhvern veginn að birti mér eitthvað, skilur, sem að þú sem birtist hér öðruvísi að það sem að áhugavert ef þú ferðin í vitund og vikandi efni til að byrja með þá reynslan oft svona það svolítið svona bullkennd upplifun ég gerir fyrir að kannistu það Já, ég hef ekki gert mjög mikið þessu sko en þau eru, maður fer fyrst sem að bara einhverja ljósvillur og veist, eitthvað svona skinnvillur og rugl sko, áður en þetta verður svona andlegt sko. Já, þannig að það oft þannig og það oft, þetta svona, ég segi kannski vissuleiti draumkennd, það samt ekki eins og draumar, af því að myndirnar eru oft miklu skýrari og svoleiðis, en það kannski draumkennd að því leiti að það svona rugglingslegt, það svolítið óraunverulegt, þú veist, allt einhvern veginn furðulegt að koma með myndir kannski og einhvern veginn allt rennur saman og eitthvað furðulegt gerist þetta náttúrulega bara svona veist, hvað er maður að gera með þetta skilur, það ekki kannski mikið að segja það, þetta vilist verið einhvers konar birtingamyndir á einhverju sem að býr inn í manni sem að færa þetta svona, já, birtingu í þessu svo oft gerist það að þessu tímabili í ferðalaginu vitundavíkandi ferðalaginu líkur og þá kemur gjarnan eitthvað annað og þar til dæmis ég getur eitt sem getur gerst að maður getur upplifað minningar þú getur upplifað minningar bara frá einhverju sem að þú hefur upplifað og oft það eitthvað svona óuppgert oft það einhvers konar áfall eða annarkvæmt hefur gert einhverjum eitthvað eða þú hefur verið þolandinn og þá bara það bara endur upplifa en gjarnan með frá einhverju nýju sjónarhorni og það eitthvað svona oft talað að þessi efni gerir þér kleift að sjá það sem kom fyrir þig með einhverju svona kærleikslíku ívafi þannig að þú segjum að þú hefur orðið fyrir einhverju þolandin af einhverju ofbeldi eitthvað svoleiðis og þú veist það erfitt að fást við þetta því að finnst þess að þú sért ómögulegur þú hefur jafnvel gert, þú einhverja sök í þessu og svona það vandinn sem átt að glíma við að þú viðbragðið verður einhvern veginn ég gerði eitthvað að mér eða eitthvað svo þegar þú skoðar þetta þarna þá oft sérðu aðstæðnar öðru sem ég gæti ekki gert skilur, ég bara fatta það í einhverju skilningi, ég sé það á nýjan hátt sem oft ómögulegt í hversdagslífinu. Það verður svona ótrúlega algengt að alls konar tráma felist að miklu leyti í því að sé eitthvað svona höfugsnúið samviskubitt og það eins og sko egóið sé ósátt við sig fyrir að hafa gert eitthvað sem að gerði ekkert sko en það tekur tíma að skilja það. Þetta einmitt, það sem ég tala það er einhvern veginn þannig að þú og þá þarna á efninu verður einhvern veginn þú sérð þetta bara á nýjan hátt en þetta er minning þú kannast við hana og þú sérð þetta er minning, hún make sense hún í takt við það sem þú hefur upplifað áður þú einhvern veginn, þetta ég í þessari upplifun og allt svoleiðis sko fyrirlífsupplifun svona nema að
þú kannast ekki við að hafa upplifað þetta í þessu lífi hér. En þetta er eins og minning. Þetta er eins og, þetta kannski kemur eitthvað lítið, þú sér trjátopp eitthvað og svo einhvern veginn birtist mynd, þú ert í ykkur rjóðri eða eitthvað og þetta er heildstæð upplifun, þetta er svona allt make sense, þetta er ekki svona rugglingskent eins og er í draumum og þetta er ekki svona óraunverulegt eins og er í draumum, heldur er þetta bara svona jú, þú getur verið í Frakklandi á 17. öld, skilurðu en það er þá veruleikinn og hann er ekkert að breytast neitt, hann er ekkert að færast til, þú upplifir þetta er ég er þarna í þessari upplifun og það verður svona kunnuleiki, þú einhvern veginn, já, þetta er já, ég kannast við þetta. Já, eins og sért bara heima hjá þér en í öðru lífi eitthvað. Já, þú verður svona tilfinning fyrir, já, þetta er já, ég veit hvað ég tengi við það sem er að gerast, ég tengi við að hafa verið þarna, ég tengi við að þetta sé ég. En myndir þá líta á þetta sem línulega sögulegan atburð, þannig að fyrir líf hafi verið sem sagt bara fyrir 100 árum og svo fyrir 200 árum, eða myndir þú taka eitthvað svona multiversum algon á þetta að segja að allur tíminn gerist í einu og það séu bara 1.000.000 útgáfur á hann? Sko, bæði mögulegt. Ég persónulega kýs að hafa svona fyrir nálgununa. Einfaldlega verðan sem mér finnst þessar multivers pælingar og það allt einhvern veginn ekkert sérstaklega áhugaverðar. Það er, mér finnst það ekkert, sko, ég veit ekki hvort það myndi gera mikið fyrir mig, sko. Þannig að ég er svona, ég gerir mér alveg grein fyrir að það væri hægt að sjá þetta öðruvísi. En þarna kannski tek ég bara þennan pól í aðeins að segja það svona hendar mér sem svo manneskja sem ég er að sjá þetta bara svona, jú, ok, segjum bara að þetta gerst fyrir 100 árum eða fyrir 100 eða hvað það er en það finnst mér ekki vera aðalmálið er ég sammála því, en ég held líka einmitt sko að allir velja sér heimsmynd sem hendar þeim og það er bara alltaf leið við fyrirgefum öllum að hafa ykkur heimsmynd. Það er nú ekki alveg ekki alltaf en þú veist, sumir hafa einhverja svona tilfinningu fyrir því að það séu fyrir líf eða karmísk örlög eða draugar sér til eða englar sér til og ekkert að þessu er sérstaklega eitthvað sem ég trú á en það breytir einhver, það er engin sko fyrir mér í dag er það ekkert nauðsynlegt að standa rosalega fast á því að það megi ekki tala þannig sko. Nei, en það er kannski ein ástæða fyrir að ég hef áhuga að koma hingað og tala um þetta. Ég hef örugglega komist upp með að koma og tala við þig og tala um eitthvað annað. En ein ástæða fyrir ég vildi tala um þetta er að gefa sjálfum mér leyfi til þess að tala um þetta. Þess að þetta geti verið boðlegt, skilurðu. Þú veist, af því að þetta er svo sterkt og það er ein af ástæðanum fyrir, þú veist, og ég held að þetta sé víðar í punktur sem ég er að eða þetta með útfæra þennan punkt víðar sem ég ætla að segja núna, sem er ein af ástæðanum fyrir því að ég ákvað að segja sko að þetta séu fyrir líf er hvað upplifunin er sterk. Upplifunin er ofboðslega raunveruleg. Hún er, og tilfinningarnar eru sko algjörlega taka mann algjörlega. Veist, það er engin þú veist þetta er einhvern veginn algjörlega fer inn í mann fullkomlega og ég upplifi að vera manneskja og þetta verður svona þinn þetta verður svona þinn heimur, þinn persónuleiki þetta er þinn hvað að segja, sko við vorum að ræða þetta aðeins áðan sko William James heimspekingur og pragmatisti og sálfræðingur hann var með líka svona heimspekilega nálganir og hann var með þessa pælingu sko að það eru til upplifanir sem að passa ekki við hið venjulega regluverk af þekkingu og það eru gjarnan trúalegar upplifanir og svo leit hann sem sagt svo á að við værum með þetta tungutak, trúalega tungutak og hann mætti rauninni segja að fyrir líf séu svona trúalegt tungutak og þá veljum við okkur bara einhvers konar málfæri til þess að reyna að lýsa því sem við upplifum
En hann og hérna Whitehead vildu alls ekki sko taka þetta út úr þekkingafræðinni. Þeir vildu leyfa persónulegri upplifun að hafa einhverja merkingu. Já, en sko, ég held að þetta sé ekki alveg svona, hvað gerir þú þá við það sem þú kallar persónulega upplifun ef að allt í einu fullt af fólki hefur þessa sambærilega upplifun? Já, þá heldur áfram að líta svo á hún sé að styrkjast. En það er samt sem að það er erfitt að tengja hana við vísindahyggjuna. Já, en af hverju þurfum að verja vísindahyggjuna? Af hverju þarf vísindahyggjan að vera sjálfgefið fyrirbæri? Hún virðist vera svolítið ríkjandi, en það er bara ákveðin þá kúgun að við megum ekki tala öðruvísi. Það má líta svo á. Og eða við þurfum alltaf að réttlæta okkur út frá því. Ég reyndi að setja bara þannig að því að við lifum í samfélagi þar sem að vísindahyggjan er ríkjandi, þá sem fjölmiðl hér, svo einfallega verði að reyna að tala þannig að það sé ykkur brú, sko. Já. En auðvitað er ég að tala sko líka með rökum, ég er að reyna að nota rök og ég er að reyna að nota sko orð til þess að útskýra, þú veist, af því að mér finnst mér finnst alveg áhugavert að bæði að útskýra hvað ég hef upplifað og svona hverju ég trúi, hver mín heimsmynd er og líka auðvitað að velta fyrir mig hvort það væri einhverjir bandamenn, skilur, eða eitthvað fólk sem að hefði upplifað svipað sem að ég geti talað við eða slíkt. Það er þetta hluta því. Maður er kannski vonur alltaf að maður hafi eitthvað til að tala við, sko. En þú veist, það er alls konar leiðir til þess að reyna að brúa þetta bil. En það er náttúrulega ekki víst að það takist neitt óskaplega vel. Ég meina, ein leiðin sem að mér hefur dottið í hugar er að sko líta á sko þroska manneskjunar og við sjáum til dæmis að mjög ung börn hafa bara, ef við reynum að einfalda þetta einhvern veginn, mjög ung börn hafa almennt ekki þetta sem við getum kallað svona almenn hugtök. Það er svo að þau hafa ekki sko skilninga og ef við tökum hvernig krakkar læra starffræði, þá byrjar ofta á svona einföldum hlutum, þú veist, svona konkrétt hlutum. Eitthvað nærtækt, eitthvað. Já, en þau hafa ekki, en ná ekki skilningi á almennum hugtökum. En það hafa ekki abstrakt hugsun, þau eru alltaf bara ég, mínu upplifun. Nákvæmlega. Það sem gerist er að hugsunin, bara það sem gerist almennt í þroska, er að hugsunin víkkar út. Hún verður færar að taka stærra og stærri heildir. Það er bara ég eða eitthvað einfalt, svo allt í einu förum að para hlutina saman. Og sko, ef ég væri svona barn og þú segðu mér, já, það er nú alveg til almenni hluti eins og það er til hestar almennt og eitthvað svona, þú veist. Myndirðu trúa því, skilurðu? Myndirðu ekki bara segja, nei, það er bara til þessi hestur, hvað þetta meina hestar almennt, skilurðu? Og ef við tökum þetta lengra, þá er þessi upplifun sem er mjög algeng á til dæmis vitandavíkandi efnum, líka algeng í hugleiðslu, eins og þú talar í BR1-greininni, sem er bara svona einingarvitund, svo að hugmyndum allt sé eitt. Akkurat. Og það er runni upplifun sem á sér frumspekilegar afleiðingar. Þannig að ég vil meina til dæmis að frumspeki sem að sé svona, allavega eins og Platón lýsir til dæmis hinu fagra í upplifun að hinu fagra í Sandverkinni, það sé runni byggt á upplifun. Það er algjörlega í samræmi við lýsingar sem að les svona einingavitund. Allt er fallegt, allt er eitt, allt er óbreytanlegt, skilurðu. Og ef að fylgta fólki upplifir þetta, þá er það raunveruleiki, skilurðu. Ef að enginn hefur upplifað almenn hugtök, þá er ekki almenn hugtök til í þessum skilningi, skilurðu. Þannig að við getum alveg sagt, ok, þetta er bara nýtt skref. Bara eftir því sem fleiri upplifa þetta, þeim almennar að verður þá, og það allt í einu færist línan hvað er raunverulegt. Já, ég meina grísku heimspekingarnir fóru Platón og nýplatónstöðnir og margir voru sem sagt alltaf að tala eitthvað svona
hinn sanna skilning og hið rétta og oft hið fagra og jafnvel ástina sem einhvern veginn þætt element og það er svona hugtakanótkun sem við höfum fjarlægst í samfélaginu. Í dag erum við með ofsalega svona kerfisbundna veraldlega nálgun við heiminn og það eru mjög fáir í dag að tala sannleikann sem fegurð. Það er svona meira svona heimspekisögulegt fyrirbrigði. En mér finnst það alveg með að koma aftur sko og ég er alveg sammála þér með það. Það er bara, ég held að væri bara mjög gott að fara að tala aftur sannleikann sem hið fagra. Já, ég held að ég myndi kannski orða það þannig sko að sannleikurinn sem hið fagra er ekki sami sannleikurinn eins og þú veist þetta borðið brúnt skilur það er einhvern veginn bara sannleikur, þetta er eins og þú veist, við getum verið með starffræði þar sem við erum bara með kubba skilur svo getum við verið með starffræði sem er almenn hugtak eða abstrakt hugsun og þannig að sannleikurinn er mismunandi en oft er talað þekkingu og sannleika eins og að sé á þessu þarna leveli hjá Platóni held ég það er þetta á þessu guðlega leveli sem að hann tengir við guðlega og það hefur alveg verið talað fegur í starffræði sko. Starffræðingar eru kannski að fara í gegnum einhverja brjálaða jöfnur og uppgötu eitthvað og það er eitthvað svona fegur í tærleikanum og þannig ég held að þessi upplifun eða þessi svona skrýtna huglæga tenging við sko staðreyndir og eitthvað svona gott hún er alveg svolítið til í samfélaginu. Já, við þurfum endur ekki að þetta. Það ekki? Jú. Þetta hefur verið mikið, ég er einmitt núna í áfanga í heimspekinni þar sem við erum að skoða hugmyndasöguna og það er rosa áhugavert að skoða þegar vísindin komi inn sem svona stofnun og hugtak og heimsmynd þarna upp úr 19. öld eða 18. öld að þá sem sagt færist tungutak fjöldans frá trúarlegu heimspekilegu tungutaki yfir í svona veraldlegt og mælanlegt tungutak og það hefur áhrif á sálfræðina og heimspekina og samfélagið og það hefur áhrif á hugmyndirnar hvað við erum og það vera til hugmyndirnar eins og kynþáttahyggjan sko. Það þótti vera vísindaleg pæling að skipta okkur í svarta og hvíta og gula eða eitthvað svo kemur ljós að það hefur mjög óheppilega áhrif og svo er verið að vinda ofan af því með nýrri þekkingu á líffræði og sem sagt þessi vísinda hugsun hefur haft alveg ofboðslega mótandi áhrif á samfélagið og við erum svolítið búin að tapa hugsanlega í því ferli sko, sem þetta er náttúrulega bara mjög nauðsynlegt og gott ferli við náttúrulega öðluðust mjög mikla þekkingu á heiminum en við færðumst frá því að eiga sameiginlegt almennt tungutak sem að hafði dálítið svona meiri tengingu við kannski þetta sem við varum að tala um áðan sko, að sannleikurinn sé fegurð að sé eitthvað svona heildræn tilfinning fyrir þessum hlutum sko. Já, ég held samt að þú veist, almenningur hafi ekkit endilega haft tengingu við þetta þú veist, Nei, kannski ekki Nei, að því að kannski tekur það bara þessa fáu einstaklingar sem að upplifðu guðdóminn eða þetta sem við erum að tala um hvað sem það er alvarlega veist, einu sinni voru gúruar teknir alvarlega þeir eru sumstaðar teknir alvarlega ennþá en þeir, þú veist það eru svona hefðir þar sem þeir hafa verið teknir alvarlega lengur eins og á Indlandi eða sem dæmi og þá eru þeir sem að svo er kannski flestir sem bara trúa skilur, það kemur einhver upplifir eitthvað og segir frá ég fór þarna og ég sá allt er eitt og allt er fallegt og eitthvað og þeir reyna að lýsa því og hinir sem ekki hafa upplifað að þeir trúa því að sé þannig svo kemur nýtt tungutak sem er vísindin sem að við fengir þetta og þá einhvern veginn dettur hitt meira út En ég ætla nú ekki að skjóta niður pælingunina sko. Þú ert að hugsa
og ert að hugsa hérna að hugmyndir, að upplifanir þínar að fyrir lífum séu rökstyðanlega sannar eða líklegar til að vera sannar eða alveg gjaldgeng túlkun á heiminum. Já, mér finnst það, sko. Ég upplifði það þannig að ég væri í rauninni að, sko, að því að ég gæti þetta sagt bara, þetta bara svona sögur, kannski ég geti sagt eitthvað svona eins og sálin, að þú veist, sálarlífið mitt þannig að hérna ég að glíma við eitthvað og þá ákveðið bara þarna þegar ég tek þessi efni eða eitthvað staðar, ég ekki að upplega án þeirra að þú veist, þá bara og fullt af fólki í dagleyslu að það sé fyrir líf, þetta bara einhvern veginn svona sögur sem að undirvitundin segir manni, eitthvað svoleiðis. En sko ég upplifi bara að þessar upplifanir séu of margar, þær eru of samfærandi, þær eru of sterkar, þær eru tilfinningarlega upplifanir of djúp, dýpri en nokkuð tímann að horfa okkur að bíómynd sem myndi taka þig, skilur þetta miklu meira en það að ég bara væri að beita sjálf á mig hálfgerðu ofbeldi, skilur, með því að segja nei, þetta nú bara eitthvað bull, veist, þá væri ég ekki að taka sjálf á mig alvarlega, veist, þá væri ég ekki að taka minningar mínar alvarlega, veist, eða við myndum okkur að vera að gleyma eitthvað segði við því nú þú efast að þú hafir verið á þessum tiltekna stað og svo framvegis, þú þurrka bara út minningar þínar, þetta bara allt rugl. Það eitthvað svona það meikar ekki sens fyrir mig að hafa upplifað þetta og segja það og annað sem að kemur með þessu bara líka svo að kemur mjög sterk og flott svona heimsmynd þess að við má kannski bara lýsa henni smá afleiðingum af þessu, sko, að þetta þá einfallega þannig að maður sál og maður fer inn í líkama og ég upplifa að fer líkama og það rosalega svona það rosa sérkennlegt af því að sálin sér rosa vel hún hefur svona víða sýn og hún einhvern veginn að þröngva sjálfa sig eiginlega eins og hún í svona bara loka box með því að fara í líkama og þá einhvern veginn sýnin verður öll bara alveg bara, þú veist, hún tekin niður alveg rosalega mikið, þú sérð miklu minni en áður sem þessi gleymska sem Platón talar þetta líka og allavega svo erum við þannig að lífið verður svona eitthvað leikrit, þú veist, lífið leikrit þar sem að þú ferð í líkama til þess að læra eitthvað eina markmið sem ég get sem fyrir mér meikar sens að við séum að læra eitthvað, við séum að þroska okkur einhvern veginn þannig að við komum í lífið til þess að læra eitthvað og við erum þá í vissum skilningi í leikriti því að þú veist, við erum sál þannig að þegar við deyjum líkastum ekki, þá erum við ekki dáin heldur við förum bara eitthvað annað vitundasteg og það sem kannski svolítið áhugavert í þetta finnst mér að þetta sjá þetta kannski frá svona fleiri en einu sjónarhorni. Þú getur sagt því að verður lífið þá ekki einhvern veginn svona ómerkilegt, þú veist, þetta bara eitthvað leikrit. Akkurat. Það svona áhyggjuefni, sko. Já, þetta svona marklaust bara og eitthvað svoleiðis. En mér finnst það ekki make a sense vegna þess að ef þetta virkilega svona að þá ert að fást við eitthvað sem að getur verið mjög erfitt og ef að þú ætlar ekki að fást við það núna í þessu lífi einhver leita vegna þá kemur það bara aftur þú munt þurfa að fást við það. Já, þetta sé svona bara ákveðin hindrun sem þú átt að fara yfir fyrir þessi þér. Já, og þannig að þess vegna borgar sig að taka þetta líf alvarlega. Þannig að ef þú segir bara, ég get ekki fengist við þetta, þetta svo leiðilegt og erfitt og já, ég bara býð þókur í degi eða eitthvað. En þá kemur það aftur, þá myndu fara einhver staðar þarna hinum einn og það enda svona staður sem ég hef ekki upplifað sem að búið að kalla Bardo eða það einhver svið þar sem að þú ert að ferði í gegnum hvað þú lifðir í þessu lífi og undirbýr næsta líf og á þeim stað myndur þú þurfa að fást við það sem þú varst að gera og þú myndir ef þú ætlar að halda áfram að gera eitthvað að viti þá þyrftir að þú verður að fara aftur og fást við þetta sama
Þannig að okkur er að vera að skemma þetta setup sig út með hérna, okkur er bara ekki að fást við það í alvörunni. Annað sem að mér finnst rauninni gerast líka er að sko, það eru margir svona spekingar og gúrúar og svona sem tala þetta líf eins og sé rauninni svolítið ómerkilegt. Það sé svona, þú veist, já, við erum rauninni bara að komast hinum megin, við himnaríki. Já, eins og kristnin gerir. Já, eins og kristnin gerir. Já. Ok, og það eru mjög margir svona Platon tala svolítið svona, hann segir að sko, já, líkaminn er fangelsi sálarinnar og svona, þetta er svona niðrandi lífið svolítið, lífið er bara svona sýnd og reyndin er þarna hinum megin. Ok, það kann að vera, þá ef að þetta er rétt, eins og ég er að lýsa þig, þá kann það vera mikið til í því. En ef ég er hérna til þess að læra eitthvað, þá er það mikilvægt. Skilur, ég er ekki hérna bara til þess að djóka, skilur, að þá væri ég bara hinum megin. Þannig að þá þarf ég að taka þetta alvarlega. Veist, ég þarf að taka lífið alvarlega. Og þannig að þetta veitir mér þetta eiginlega svona, þú getur notað þetta svona báða vegu. Ef að lífið er sko of erfitt, þá getur svona sagt, ok, það er svolítið erfitt, en þú munt lifa það af. Ef að lífið er of léttvægt eða þú tekur það of, eins og ég nenni ekki að standa í þessu byrli, skilur, ég ætla bara að fara á góða staðinn. Að þá er þetta að segja við þig, en þú ert hérna af ástæðu. Þú ert hérna vegna þess að þú vilt læra eitthvað og þú skalt fást við lífið. Þú átt að vera í því og fást við það sem verkefni sem koma til þín. Þannig að þér finnst hérna þessi upplifun, þessi heimsmynd gefa lífinu inntak og stefnu? Já, sko, já, gerir það, þú veist, og það gerir þetta einhvern veginn svona, mér finnst þetta að gera þetta svona manageable, skilur við vissu leyti ef að það verður of mikið og líka bara að það hefur merkingu, lífið hefur merkingu og maður á að finna merkingu í því. Eitt enn sem að mér veist áhugavert þess að heimsmynd er til dæmis allt svona tal að ákveðna tegunda fólki sem merkilegur en önnur tegunda fólki verður algjörlega marklaust rugl. Þannig að þess að, þú veist, ég hef upplifað að vera öllum stéttum samfélagsins þannig. Ég hef upplifað að vera kall og kona. Ég hef ekki upplifað að vera transmannskja reyndar. Og ég hef upplifað að vera satt, frá mjög mörgum mismunandi löndum. Ég hef upplifað að vera satt, hvítur, svartur. Ég hef upplifað að koma frá Japan, frá að vera frumbyggi í Suður- og Norður-Ameríku. Og þannig að það er bara einhvern veginn, já, ég hef verið samkynhneigður og gagnkynhneigður og ég hef verið ungur og gamall. Ég hef verið fatlaður og það er einhvern veginn bara hendanum maður bara manneskja, skilur. Og það er alveg sama hvar maður er alltaf að fást við eitthvað. Þetta er mjög fjölþætt og líflegt ævintýri. Ja, það er það, sko. En er þú þá ein sál og er þessi sál sem þú ert að þroskast? Já. Eða ert að hluta einhverju öðru? Já, eða, þú veist, það er alls konar svona, þetta er eitthvað sem ég meira lesið það er alls konar kenningar það, hvort að maður sé ein sál, oft er talað að það fara ekki öll orka sálarinnar í einn líkama, þú veist, ég veit ekki hvað að gera með það, skilur, en ég er rauninni ein sál, en ég veit ekki nákvæmlega hvað þú ert að spyrja en maður er samt í einhverjum allavega ef maður er ekki einn, sko. Nei, maður er ekki einn. Það er náttúrulega allt hitt fólkið. Það er allt hitt fólkið og það er einhvern veginn í samstarfi með þér sem er líka mjög þægileg upplifun eða svona þægileg ángi af þessari heimsmynd. Fyrsta lagi ef að þetta er rétt, þetta er svona, þú kemur hérna, þá hefur hjálpar einstaklinga hinum megin, einhvers konar leiðbendur eða eitthvað. Og svo hefur líka samstarf við sálirnar í lífinu. En í búddismanum, sko, þá ertu með náttúrulega, í sumum búddisma ertu með mörg líf og svo ertu með sko, hugmyndunum að komast út úr þessari lúpu. Já. Og þegar þú kemst út úr henni þá sameinistu bara heildinni sem all líf sé öll vitundin sem heimurinn er sé og það er svona það sem ég var að í að sko hvort þú sé að hluta þessari mynd er það stefnan eða? Já, ég held að það gæti verið stefnan og það er eitthvað bara aftur eitthvað sem ég hef ekkert sérstaklega tengst en ég held að það gæti verið stefnan
en að minnstu kosti eins og staðan núna þá virðist ég vera svona afmörkuð sál en það einhvern veginn og við öll en það verður held ég alltaf meira og meiri skilningur á að ævintýrið okkar einhvern veginn sama dramað sko. Þetta allt fyrir okkur öll eða hvað já, öll erum að fara í gegnum einhvern veginn sambærilegt drama það getur verið að við séum eitthvað örugglega á mismunandi stað í ferlinu en þetta allt eitthvað svona dramaleikur sem að felst í því að við fáast við eitthvað og erum að vinna úr karma og eru til þess að reyna að átta okkur á okkur og skilja eitthvað. Nú hefur ekkert komið inn á karma en þá í þessu samhengi ertu að hugsa það líka? Já, karma náttúrulega lykil hugtak. Það eitt sem mér finnst mjög mikilvægt með karma hugtakið að karma oft skilið sem eitthvað fyrst og fremst sem maður öðlast eða fær við það að vera gerandi. Þú veist þannig að ég ger eitthvað og skulda, oftar það að tala um það þannig það stundum tala um eitthvað gott karma en oftar að tala um að ég ger eitthvað að mér ég ger eitthvað ránt, eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera og þá þarf ég að bæta fyrir það einhvern veginn það verður til einhver orka og ég þarf að vinna úr henni jafnan út, heila eitthvað eða eitthvað svoleiðis það sem ég veist vantin í þetta er áfallið þess að málið að sko aðal orkan sem ég hef verið að fást við ég hef verið gerandi og þolandi en sko oftar ég þolandi og það rosa mikið, þetta algjörlega sambærilegt við það sem fólk fæst bara innan þessa lífs hér að þú veist, þú lendir í áfalli og þú ert þolandi það engin augljós leið til að segja að ég hefi gert neitt það var bara einhver gerði mér eitthvað skilurðu, en það samt eitthvað sem ég þarf að fást við ekkert síður en eitthvað sem að ég gerði af mér fattarðu og kannski þannig að mér finnst allan að það er að útskýra þetta kannski eitthvað betur en mér finnst allan að mikilvægt að halda upp á að þetta bæði það sem að ég geri sem gerandi og sem þolandi Já, svo mér líka ég meina maður ekki taka þetta þannig sko að alveg sama hvort þú ert gerandi eða þolandi þá sértu að fara í gegnum hvort þú mér gerir einu lífi eða mörgum lífum þá sértu að fara í gegnum það að læra á hvoru tvekja og koma út úr því sem sagt verandi ekki að fara að vera afturgerandi og ekki afturþolandi að þú lærir eitthvað sko og nærið ykkur jafnvægi og Jung myndi taka þetta sko í einu lífi kannski hann myndi segja að þú þurfi bara að sem gerandi þá þarf þetta að horfast í augu við sjálfa sem skuggaveru og sem þolandi eða bara manneskja þá þarftu líka að sjá þig sem ljósveru þannig að þegar þú sért fullkomlega sáttur meðvitaður við það að þú geti verið vondur þá getur þú lifað í þessu jafnvægi sko þar sem þú ert bara einhver svona eðlileg vitsmun að vera sko en það sé sko þessi ómeðvitund aðra hvora hliðina sem valdi því að sé einhver svona tókstreita og eitthvað ástand þannig að það væri svona sálfræðileg samtíma nálgun sko en þetta svona margra lífa nálgun Já, ég meina, þú veist, ég held að ég alveg sömu prinsip við, ég meina, ég held að sé engin munur þannig, það engin, þú veist, það talað oft áfall búa til sálarbrot, það talað það að hlut af sálinni verði eftir í áfallinu, þetta alveg sambærilegt, hvort sem það tala fyrst, eitt líf eða mörg líf, það verður einhvers konar orka eftir sem þarf að fást við, orka sem að fer bara í að halda utan áfallið einhvern veginn þannig að já og þessi skilningur á sumir að lýst þessu einhvern veginn þannig að maður þarf eiginlega að skilja dramað sko að það henni engin vondur og engin góður á endanum heldur þetta bara allt þú veist, einn leikur þar sem að þarf bæði til þess að dramað haldi áfram og gangi upp og leikritið, þú veist, þú getur ekki haft leikrit með bara góðum personum Nei allavega þarf að hafa einhverja skuggaliðar eða einhver vandamál sem að fylgja Það er svona fjalla útópjör alltaf með erfiðleika Já en já
Eitt kannski samt sem að ég geti bætt við þetta að það er náttúrulega hægt að líta þannig á að þolandina eigi vissan þátt í áfalli sínu vegna þess að ef að ég geri þér eitthvað og þú tekur ekki persónulega þá verður ekkert áfall. Nei. Skilur, ef þú nær bara einhvern veginn að sjá í gegn að Róbert nú ekki alveg í lagi sko, þú veist, hvað er að gera þú veist, þetta hefur ekkert með mig að gera þá verður ekki áfall. Eða ef að ég geri þér eitthvað og þú átt einhvern mjög góðan að þú færð kannski og ert leiður yfir þessu og fær einhvern sálfræðing eða einhvern sem getur haldið utan að þið og hjálpaði að fara í gegnum þetta og þá allt í einu leysist þetta skilurðu. Þannig að áfallið er bara verður eitthvað sem varðveitist í mér ef að ég get ekki fengist við það sem gerðist og ég fer einhvern veginn að gera ráð fyrir að ég einhverja sök eins og við vorum að tala áðan. Þannig að í þeim skilningi er ég gerandi í því að vera þolandi þó að það sé fullkomlega skiljanlegt skilurðu að það var einhvern veginn þannig. En nú skrifaðu doktorsritgerð það að verða betri manneskja. Ekki rétt? Jú. En hvernig titillinn? Jú, hérna hjá Platóni. Og þetta tónar þetta mikið við það sem þú ert að segja, sko, þetta er svona pínu markhyggin heimsmynd sem þú ert að lýsa, því að hún á að stefna því að þú verður alltaf betri og betri í að horfast við sjálfvæði og þína í fortíð og þína gjörðir og þín slys og það sé svona leiðin í byrtuna sem er svona pínu hegeliga en ef við komum nú með svona sálgreiningu til þess að vera leiðilegir gæti það hugarfar sem er svona lýsandi fyrir því í þinni heimspeki getur það svona móta þínar upplifanir í einhverju svona efnum? Já. Það er áhuga á þessu fyrir eða eftir? Já, algjörlega fyrir, sko. Já. Ekki fyrirlíf eða endurhólkun. Nei, það er að segja, sko, þessum myndum. En algjörlega hugmyndum að verða betri maður, sko. Já. Í þessum heimspekilega skilningi? Já, algjörlega. Þannig að, ég veit ekki hvernig ég á að svara. Ég hef ekkert að því einhver sem er kannski algjör tómhyggjumanneskja og trúir ekki á neina betrun og engin gildi. Sú manneskja myndi kannski ekki fara inn í sveppatripp og byrja að sjá tilveruna sem stiga upp að einhverju betri tilveru. Nei, það er kannski, ok, nú er eitt sem að við tölum aðeins þetta fyrir viðtalið. Því að það voru tæknileg mistök hérna. Já, tafðist aðeins. Við þurfum að bíða svolítið. Eða tæknin var að stríða okkur eins og sagt er. Já. En sko, það sem ég myndi vilja segja sko er að sko manneskja sem hefur allt öðruvísi heimsmynd hún sko einhvern veginn ég veit ekki hvernig ég orða hún fengi að sjá það sem hún þarf að sjá eða getur séð og það sem hún sér hún með þeim augum vissulega þannig að ég held að það sé rétt en ég meina það útilokar ekki að það sé satt samt þú veist, á sinn hátt frá því sjónarhorni sem að manneskjan hefur. Ég meina hún myndi ekki fá, ég gerir ráð fyrir að það myndi ekki koma inn fyrirlífa því að hún hefur ekkit enga forsendu til þess að skoða það eða ef þau koma þá myndi bara segja þá myndi ekki sjá það þannig, þá myndi sjá það bara segja um eitthvað annað og ekki fara inn í það af því að það er mjög auðvelt ég meina það er mjög auðvelt að sjá einhver eða kom einhver hint af einhverju sko til þess að sjá fyrirlíf þá þarf maður oftast að ákveða að skoða það
það var allan mínu upplifun í byrjun, fyrst var eitthvað þurfti ég að þannig eitthvað og ég þurfti að vera forvitin hvað þetta væri og vilja fara að skoða það betur. Skilur, það er ekki nóg bara, það kom ekki bara, birtist mér ekki, þú veist, heldur í þeim skilningi ekki það að ég hafi verið að leita að þeim, en það bara, ég þurfti að hafa nægilega forvitni, vera nægilega opinn fyrir þessu möguleika til þess að ég geti síðan. Og ég held að það sé ekkert skrítið, ég meina þú sér það ekkert í ákvæmt en þú getur haft í ákvæmt viðhorf, skilur, sem dæmi. Ef þú er bara neikvæður, þá sér þú bara neikvæða hluti. Já, það er bara dálítil hughyggja, ég er mjög hallur undir hana. Ég held reyndar að, svo við förum aðeins út í það á sálma, að ég held að viljinn hafi gríðarlega áhrif á hvernig heimurinn er fyrir okkur sjálfum. Við höfum smekk og vilja og svona, hvaða fleiri orð gilda það. Við höfum svona tilhneigingu til að túlka heiminn eins og við viljum hann sé eða höfum þörf fyrir hann sé og það er svona hlutdrægni hvers og eins og þú ert orðinn dálítið að lýsa algjörri hlutdrægni hvers og eins því að þú segir að þú sjáir það sem þú þurfir að sjá í einhverju svona trippi og það er dálítið svona hálfpartinn einhver örlaðatrú hér er einhver sál hún verður að stíga ykkur skref í tilverunni og hún mun fá þær upplifunir sem að hún þarf að halda til að fara ángað og það er aldrei skondi er það óskoðað hjá þér, myndir þú Nei, ég myndi vissulega taka undir þetta en ég er ekki með við getum talað um það en mér fannst þú vera að segja áðan eins og það væri algjörlega einstaklingsbundið ég er alls ekki að segja það vegna þess að af því að ég er að segja ef þú ert 2 ára þá hefur þú bara ákveðna forsendur þá ertu bara að fara að sjá ákveðna hluti skilur, þú ert að fara að sjá þá og þú getur ekki túlkað á öðruvísi en frá augum þess 2 ára skilur, ef þú hefur ákveðna reynslu eða eitthvað og ert farin að sjá eitthvað stærra og hugsa abstrakt og þá ertu færum að sjá aðra hluti í heiminum veist, og það gildir alla manneskjur skilur. Þá ertu raun að gefa þér að allir myndu geta fara að skoða fyrir líf ef þeir væri komin á ákveðin stað Já, þú veist og þar með ekki ég myndi þá reyna að halda ég myndi kannski að þú halda því fram að þú veist, það sé eitthvað sem að liggur fyrir mér að skoða og ég myndi ekki segja af hverju veit ég ekki nákvæmlega skilur en ég held já, ef að það lægi fyrir og ég hef ákveðna forlaga trú að þessu leyti að ég held að við það séu ákveðni hlutir í lífinu sem að séu ákvarðaðir þannig að við séum lendum kannski ákveðnum hlutum sem að gætu verið einhvern veginn ákvarðaðar fyrirfram en ég vil blanda þessu saman þú veist, við getum talað um forlög og frelsi og vilt en hérna, ég held að sé bæði til Það er enda dálítið góða punktar ef við förum út af það forlög og frelsi af því að það er vandamál í allri heimsbyggju að mínum mati og eiginlega bara í allum heiminum við erum með þessi vandamál að við getum ekki almennilega gert grein fyrir hvað upphaf heimsins er við getum heldur ekki almennilega gert grein fyrir hvað smæstu einingar eru og við erum með þetta Gödel's theorem, incompleteness theorem það gerir það Nei, ekki nú vel. Það er stærðfræðileg sönnun sem sýnir að þú getur ekki sannað forsendur stærðfræðinar inn í ákveðnu mengi á þess að hafa einhver gögn utan mengisins cirka þannig og það má heimfæra það á heiminn heimurinn er þessi búbla og við getum ekki náð konkrétt nálgun við hvað eðli heimsins er af því að gögnin er ekki nálganleg innan frá honum þannig að í allri hugmyndafræði liggur við er þessi óvissu þáttur og það er einhvern veginn eitthvað sem að virðist vera svona hið mannlega eðli að þurfa að díla við og það einhvern veginn kemur alltaf upp og nú ert þú með þessa markhygnu fjöllífa heimsbyggi og þá lendur þau samt í akkurat þessu vandamáli að
ertu frjáls eða þetta örlöðin og þetta bara svona dæmi skurðarpunkt þessi skurðarpunktu kemur alltaf upp fyrir að sér í öllu Já, nei, ég hef alveg svona hugsað tölvöld þetta eða þess að hvort ég manna allt hérna ekki vissum en í grunninn þá held ég og það bara einhvern veginn miða við það sem ég hef upplifað en líka bara að ég lesið og finnst sennilegt að þá finnst mér sennilegt að það sé allan ákveðin stef í líf okkar eða sem við erum ákveðna manneskjur við erum sett í ákveðið samengi við fæðumst inn í ákveðið fjölskyldu með ákveðinu fólki í kringum okkur ákveðinu sálum ef þetta svona eins og ég lýsi þá meikar það sens að ég er komin inn til þess að læra eitthvað og ég er komin til þess að læra eitthvað ákveðið ég er komin til þess að fást við þetta tráma sem að ég lendi í þarna í þessu fyrralífi þarna og þá þarf ég ekki að setja upp það sem það gerist og ég þarf kannski sömu sálir og voru komið við sögu þar það er hentugt að sömu sálir fáist við það þannig að kannski gerði svo sál mér eitthvað kannski þarf hún að halda áfram að gera mér eitthvað til þess að ég geti svona að reyna að brjótast út úr því eða við þurfum að snúa þessu við þannig að báðir fái hina upplifunina eins og þú varst að tala um áðan þannig að í þeim skilningi er eitthvað ákvarðað þú færð aðstæður og svona ákveðna kringustæður ákveði samengi sem að það sem þú getur lært það sem þú þarft að læra eða hefur ákveðið að læra hvernig sem það nú er en innan þess vil ég samt meina og ég trúi því að við höfum samt frelsi þess að pressan á oft að gera einhvað ákveðið getur verið mikil hún getur verið mikil utanfrá en þess að segjum að ef að þessar sálir eru komnar til þess að fást við eitthvað verkefni þá við erum að vera að vinna saman með eitthvað verkefni þá geti komið pressa frá þér á mig innan þessa lífs að fást við það þannig að þú skynjar eitthvað pressu inn í þér og þú kemur með hann á mig og við erum í ákveðnu samengi þar sem það kallar á og yfir upp eitthvað tilfinningar og þá skynja ég pressu inn í mér að já, ég þarf að fást við eitthvað sem að Kristín er að fást við þannig og við erum að gera það eitthvað saman þannig að pressan verður oft mikil en á sama tíma er frelsi skilur og kannski er þetta spurningum stenstu pressuna síðast stóðst ekki pressuna þú ákvaðst það er snúið sem mér ég ákvað að vera vondur skilur ég ákvað að ég gæti ekki verið góður eða ég bara stóðst ekki þá pressu og ég þarf að prófa það aftur nú vil ég prófa aftur, stenst ég þá pressu og núna, ég er vissuð að núna næ ég vera góð við þig Já, þannig að þú hefur frelsið þeim skilningi að þú getur neitað að læra og klára lífið hans að læra Já okay. Já. En þetta eru fínar hugmyndir og þú myndi vera mjög ánægð með að tala við hana mömmu mína því ég væri alveg soulmate sko. en eitt sem ég finnst áhugavert sko, því ég er nú svona frekar abstrakt hugsuður mér finnst þetta bara skemmtilegt koncept en mér finnst þetta svona mér finnst þessi hugmynd eiga í sömu vandamálum og næstu allar svona hugmyndir og ég held til dæmis að einstaklingurinn sem að er ekki þú hann myndi hugsanlega ekki hafa smekk fyrir þessari túlkun og finna einhverja aðra túlkun og hann myndi síðan útskýra fyrir þér hvernig það gefur honum lífsfyllingu að vera í þeirri túlkun og þið væri kannski ósámála en þið væri raunin sammála að þið vilji finna einhverja lífsfyllingu og það er svona svolítið oft að tala rauði þráðurinn í trúarbröðum að þetta sé allt raunin af sama meiði við erum öll að reyna að leysa sama vandamálið alveg sama hvað hugmyndir notum til þess en burtséð frá því þá fór ég að pæla í sko að því að þú varst að tala að vildir tala við fólk sem hefði sömu reynslu og þið getur svona að tala saman tungumál Já ég hef svo sem alveg gert það ég skilji mig þú væri til að hafa fleiri þannig og bara það sé þægilegt eða gott eða gefandi að því ég hugsa stundum einlega öfugt sko því að nú er ég svona alveg tilbúin að tala töluvert svona ævintýrlega um hugmyndir
en ég hef ekkert sérstaklega mikið áhuga á því að vera í einhverjum svona klúbbi þar sem allir eru eitthvað að klappa mér í þessa átt. Mér langar eiginlega meira að þetta sé svona krítískt sífellt í skoðun og en ég velti því fyrir mér sko að því að þú gætir hitt eitthvað fólk sem væri svona insincere, hefði ekki upplifað fyrir líf en finnst það bara rosa aðlaðandi hugmynd sko. Og það myndi jafnvel fara að svona tala við þig og hvetja því í þessari skoðun og jafnvel ljúga þér að það hafi upplifað eitthvað. Og heldur að ég myndi ekki skynja það ef ég var að ljúga mig? Mögulega sko. Þetta að mér var alveg saman það að fá okkur svona bara fólk sem að... Nei, menn þið var ekki saman, þú myndi ekki samt, kannski myndi einhvern samt ná að plata í einhver tíma sko. En ertu að segja að þetta sé þá eitthvað, þessi viðleitni að finna einhvern sem að hefur einhvern sama snertiflöt, að hún sé eitthvað óréttmætt eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég er meira svona að velta fyrir mér að því að einn vinkill á þessa hluti er svona sálfræðilegur og hann snýr að því sko að hafa ekki þörf fyrir neina viðurkenningu á sinni heimsmynd. Já. Nei, ég meina það gæti verið svona einhvern veginn háleit viðleitni eða og jafnvel mjög þroska viðhorf en ég er bara ekki svona alveg svona þroskaður. En ég meina, ég held að þetta sé náttúrulega kannski, auðvitað gerir ég er ekki að eða kannski ofsatt ég að segja að leita einhverju stuðningsfólki það er ekki beint það. Fyrsta lagi var þetta sem ég sagði við áðan að það er einhvern veginn bara að fá að orða það sem maður er að hugsa. Og ég er alveg til í krítískar umræður, skilur ég er hérna þess vegna en sko ég held að það sé líka það sé líka eðlilegt að vilja tengjast einhver, þetta er svona eins og ég veit ekki, ef þú komin á okkur svona ákveði plan í einhverju sem þetta gera, grúska eða gera í lífinu að þá viltu stundum bara eiga samtal við einhverja sem að hafa einhvern skilning á þessum að tala skilur, þannig að það verður stundum svona bara svolítið þreytt að vera alltaf að samfara einhvern sem eru enga trú á því sem þú segja eða að reyna að segja það við svoleiðis fólk að því þeir nenni ekki að tala við þig, skilur þannig að ég held að það sé meira það sko. Búddistinn myndir náttúrulega að segja að þú eigir ekkert að hafa þörf fyrir að samfara neitt. Nei, ég held að það sé ekki aðalega hugmyndunum að það bara eiga samfélag sko. Þú veist, má ég eiga samfélag með einhverjum sem að þú veist gæti, þú veist, tekur ákveðna hluti alvarlega sem ég tek alvarlega. Það er bara það. Ég hef áhuga að spila eitthvað körfubolta og vera með einhverjum í því. Já, það er kannski bara svolítið þannig ekkert að því þetta er samt svona einn af þessum hvað sagði ég áðan einn af þessum brotalömmum sko að þú getur komist að þeirri niðurstöðu að þú þurfir ekki að sannfæra neitt neitt sem þú trúir af því að það sé bara ego og ego eigi að sigrast á því rungi sko en það virkar svona hálfpartinn sem hálfgerð tómhyggja í sjálfu sér af því að það að ganga veginn er síðan hinn leiðin sko og þú getur ekki einhvern veginn bæði trúað þessum hugmyndum af öllu hjarta og verið alveg saman þar. Þannig að þú ert alltaf með hana klofning í allri hugsun sem er bara hefði viðvarandi kitlandi ástand í mannsheilans. Já, við erum alltaf í þessum andstæðum þú veist þessum mótsögnum eða hvað það er. En að lokum hvað ætlaði að segja að lokum? Ég er ekki með neitt. Nei. En líður þér betur með að hafa talað um þetta? Já, ég er ekki viss ennþá sko. Nei, ég er ekki alveg viss. En ég vona það, ég held það sko. Ég held að hljóta að vera. En má ég nefna eitt kannski? Það er eitt sem svona lærdóm sem svona
sem dæmi lærdóm, það var að hvernig getur verið lærdómur af því að bæði vera gerandi og þólandi. Okay. Og fyrra dæmið tengist svolítið svona Sókrates hélt því fram að maður væri til dæmis, ef maður fengi ekki refsingu fyrir brot sín, þá væri maður að skaða sálina, og ef maður gerði öðrum illt, þá væri maður að gera sjálfum sér eitthvað. Einmitt, og það kemur alveg heim og saman við mína reynslu, ég reynsla því að hafa, eitt fyrir á lífi að þannig, ég gerði eitthvað að mér, ég tók líf annarra manneskju. Þú varst bara morðingi fyrir lífi? Ég var bara morðingi. Og svo í öðru seinna lífi upplifði ég að þessi manneskja hefndi sín á mér, eða þessi sál. Og það sem ég fór í gegnum þetta var svolítið brútal, og ég upplifði bara að vera misþyrmt. Og það var alltaf mjög sárt og mjög erfitt. Svo seinna kom að ég fekk að skilja að það sem að öll höggin sem ég hafði fengið þarna voru í nákvæmlu samræmi við mitt eigið hatur á sjálfum mér. Sem þýðir einhvern veginn, það er lögmálið. Lögmálið er að þú sleppur ekki frá því sem þú gerir. Lögmálið er að ef þú gerir eitthvað þá mun það hafa afleiðingar. Svo við getum gert eitthvað, en það mun hafa afleiðingar. Og ég man að ég hugsaði, Róbert, hvað ef að, það var sett upp svona dæmi fyrir mig, hvað ef að þú getur framið afbrot og fengið allan gróðan og löggan næri ekki í þig og svona. Og þá kom bara einhvern veginn, eftir þessar upplifun kom, nei, það kæmi aldrei til greina, það sem löggan myndi gera við mig væri bara djók með það sem ég gerir sjálfum mér, þannig sé hefur það afleiðingar. Þannig sé það lærdómur af því að gera eitthvað illt, að það er erfitt eða afleiðingarnir eru það miklar að maður vil ekki gera það aftur. Eins vil ég nefna bara stuttlega sem þolandi að ég upplifði að hafa orðið fyrir einhverju sem var erfitt og lærdómurinn af því var ég gaf hennu illa séns. Ég gaf henni illa séns því að ég þekkti það ekki. Svo var ég einhvern veginn búin að læra allavega þessari tegund af illsku. Svo var ég búin að læra að þekkja hana. Þá ætla ég aldrei að gefa henni séns aftur. Og svona einhvern veginn, svona lærdómar, í gegnum þessa skoðun hjá mér, er einhvern veginn ómetanlegir. Það er einhvern veginn ómetanlegt að geta lært af svona upplifunum, geta farið í gegnum þetta og einhvern veginn fundið að því að hvert sinn sem maður heilar eitthvað áfall sem það hefur gerst í þessu lífi eitthvað öðru, að þá er þessum að taka út lærdóminn, þá kemur lærdóminn til manns og maður einhvern veginn hefur einhverja nýja samfæringu eitthvað og það verður náttúrulega ekki tekið frá manni, hvort hversu satt sem þetta er eða ekki. Nei, mér finnst það bara mjög gott og ég held að það líka hver og einn reynir að yrða þessa hluti á sinn hátt og ég náttúrulega í platónsku heimspekinni ertu með hið góða lífi er einhvern veginn alltaf að það sem að þú gerir verði að vera gert af heilindum og þú sem sagt eins og þú veist að tala munun á því að verða ríkur að því þú ert bara ógeðslega duglegur og að stela peningunum er sá að annars vegar getur lifað með því sem þú ert búin að gera hins vegar ekki og það verðist nú verið einhvern veginn fyrir öllu svona þokkalega stabílu fólki verðist það að vera bara sannleikur hvort þú má setur það í taoisma eða buddhisma eða mörglíf eða hindúisma. Já, okkarlega. En við verðum að fara að slá botnin í þetta, við höfðum svo lengi að við fengum ekki að vera í því timeslotti sem við ætlum að vera. Já, það er svolítið úr takti kannski. Þetta var bara stórfínt og mér finnst bara rétt hjá þér að segja þetta er það sem ég upplifi
það meikar sens fyrir mér á þennan hátt og gefur mér þessi gildi og ég ætla bara að tala um það af því að þú ert ekki að segja neitt harkalegt, þú ert ekki að segja neitt ljótt, þú ert ekki að valda neinum skaða, þú ert ekki að skemma fyrir neinum, þú ert einfallega að miðla því sem að þú telur vera rétt í dag og það er bara gott og ég held að það sé líka einmitt, sko, ég hef svolítið verið að reyna að fjalla um það í þessum þætti, sko, að því ég var svona frekar dómharður trúleysingi, sko, og ég var alltaf að túlka lýsingar annara á sinni heimsbyggi sem annarkvort heimsku eða sjálfsblekkingu að ég var svo sannfærður að ég hefði hina réttu sýn, sko. Og það er náttúrulega fyrsta lagi með barnaleg nálgun og í öðru lagi þá einfallega ef við tekum sálfræðilegu nálgunna, sko, þá getur ekki að teki af öðru fólki að fara í getum heiminn eins og það gerir. Þannig ef ég segi þér þessa sögu í fullri einlægni þá er það bara eitthvað. Já, og ég, náttúrulega, þó ég segi þér mína sögu, þá er ég ekki að, ég er ekki að krefjað að samþykjana eða hafa sömu sögu. Nei, akkurat. En það eru náttúrulega, sko, það er sjálfur sér að vera tilbúin að hlusta á fleiri sögur heldur en eina sögu. Það er líka val, sko. Já. Herru, ég ætla að slá botni þetta. Kæru áhorfendur, takk fyrir að horfa og Robert Jack, ég gleymdi að segja Robert Jack, þú vil vera töff eftirnafn. Já. Mjög. Ég er alltaf bara Jackknife eða Robert De Niro eða veistu, Jack Nicholson eða eitthvað, sko. Hvernig fær maður svona töff eftirnafn? Maður á afa frá Skotlandi. Ég ætla að fá mér afa frá Skotlandi. Getur ekki ættleitt mig? Takk fyrir okkur og bless.